Jæja, drengir, Vilhjálmur og Gunnlaugur, fyrsta bæjarstjórnarfundur að hefjast. Hvað eru svona fyrstu málin? Fyrstu málin eru nú að staðfesta kjöri bæjarstjórnarinnar og skipa í þær fastanefndir og ráð sem að verður ekki lagt niður. Og svo förum við bara að hefjast handa næstu daga við öll þau mál sem við tölum í kosningabaráttunni sem eru skipulagsmál og hitt og þetta. Hvernig gekk að skipa í nefndir? Það gekk bara mjög vel. Við búum yfir öflugum hópi fólks sem er með mikla reynslu og þekkingu á sínum málaflokkum, þannig að við höfum vist lúxusvandamál að velja þegar við varum að velja í nefndir. Gunnlaugur, forseti formaður bæjarráðs. Það er langur listi ekki sem að er á fyrsta fundi hjá okkur? Jú, klárlega það er fullt af verkefnum og við vorum búin að setja góða málefnaskrá í gangi á okkur og núna þurfum við bara að setjast niður og eftir þennan bæjarstjórnarfund og undirbúa okkur undir bæjarráðsfund sem er á fimmtudaginn og byrja svo að raða málunum í raun og veru og Villi situr frá með deginum á morgun niður á skrifstofu og raðar málunum þar. Eru svona ekkur mál sem þú getur sagt mér frá sem að verða í forgangi núna þegar þið takið við? Já, við erum náttúrulega búin að segja það. Við ætlum að breyta nefndir. Það var auðvitað það sem við töluðum í byrjun og það kemur fljótt til taks og síðan munum við náttúrulega fara fljótlega með þær hugmyndir skipulagsmál og mun fleira sem er á okkar málefnaskrá sem hentar núna fyrir sumar. Það er auðvitað sumarfrí og annað, þannig að við þurfum að velja vel þannig að hægt sé að vinna málin. Hvernig gekk hjá ykkur í miðflokknum að setja ykkar fólk í nefndir? Það gekk alveg rosalega vel. Það var alveg sama lúxusvandamál og hjá Sjálfstæðisflokknum. Það eru margir sem hafa áhuga á að taka þátt og margir sem hafa kraft í sér til að vinna góðum málum fyrir Reykjanesbæ. Þannig að það verður ekkert skortur á því þegar maður þarf að leita til fleiri sem veldur koma stað núna. Eru þið ekki með meira og minna nýtt fólk? Jú. Óreynt í bæjarmálum? Já, við erum með mikið af óreyndu fólki, já. Mikið áhugasömu fólki sem er tilbúið að koma og leggja sig fram og skilur þarfir Reykjanesbæjar. Það er Villi, bæjarstjórastóllinn, hann bíður eftir hvernig fer þetta fram? Ég fer í Ráðhúsið klukkan 8:30 í fyrramálið þar sem að fráfarandi bæjarstjóri tekur á móti mér og kynnir mig fyrir starfsfólki Ráðhússins. Ég verð nýliðinn á þar og svo bara hefst ég handa við að hitta sviðsstjórana á morgun og komast inn í málefnin hratt og örugglega og bæði að kynnast hvernig staðan er og hvar staða mála er og kynnast starfsfólkinu og þeim öfluga mannauði sem er hjá Reykjanesbæ. Hvernig verður með Alþingi? Muntu segja af þér? Hvernig gerist þetta? Já, nú þegar það er búið að ganga frá ráðningun og öðru slíku þá mun ég segja að mér Alþingi bara á næstu viku eitthvað sirka svoleiðis. Verður ekkert sumarfrí á Villa? Er hann beint í vinnu? Já, nú bara sumarfríið verður bara einhvern tímann seinna sko. Þannig að það eru næg verkefni framundan og það skiptir líka miklu máli að koma mikilvægum verkefnum strax af stað leiðum að setja sig inn í málin og sjá hvernig er hægt að koma málum sem best áfram. Þannig að eins og við fórum yfir að það er margt að gerast í málefnaskránni og svo styttist nú líka bara í 17. júní og annað slíkt og þá viljum við hafa bæinn okkar fallegan og hátíðlegan og gera vel þar. Það er mikið að gerast í atvinnumálunum hér og það eru samt líka blikur á lofti eins og hér í kringum Hafnargötuna og annað sem þarf að takast strax á við. Þannig að sumarfríið verður bara að bíða. Hvernig hafa svona viðbrögðin verið? Það er ekki langt síðan að þið skrifuðu undir málefnasamning og annað. Hvernig finnst þér svona viðbrögðin hafa verið í bæjarfélaginu? Ég bara mjög góð viðbrögð og ég er mjög ánægður og þakklátur hversu góð viðbrögðin hafa verið, hversu mikið stuðning við erum að fá og við finnum að það er bæði von og trú hjá fólki það að þetta geti allt farið vel en ég finna líka bara á minnihlutanum að þau ætla að vinna vel með okkur og við ætlum að vinna þetta saman. Þannig að ég hlakka bara mikið til sko. Þannig ég held að bæjarbúar séu bara almennt spenntir fyrir nýrri bæjarstjórn og að það sé að hefjast bara nýtt sóknarskeið í tækifærana.
Gulli, ertu búinn að fara yfir prótókólin er ekki prótókól í fundarsköpum og öðru hjá ykkur öllum og hvernig leggst þetta í þig? Jú, ég er svo sem þekki fundarsköp mjög vel og svo sem ekki til vandræði með það en það er ákveðin prótókól bara að vera formað bæjarráðs og hvað maður á að gera og hvernig maður á að stilla upp og hvað fer fyrir bæjarráð og annað og þetta er búið að fara aðeins yfir síðustu daga þannig að jú, ég held að við séum nú alveg tilbúnir. Eru búin að fá æfingu? Já, smá, en svo kemur náttúrulega bara æfingina á næstu vikum, það er bæjarráð í hverju viku þannig að við verðum á flegi ferð. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.